hér ég komin í yfirlit yfir þessar 6 stefnur sem við erum að nota eða sem við ætlum að skoða. Það er náttúrulega fullt af fleiri stefnum sem í gangi en þetta eru þessar 6 sem við ætlum að skoða í þessum áfanga. Og við ætlum að skoða í fyrsta lagi það eru sem 6 stefnur. Þetta Maria Montessori í fyrstu vikunni, svo það John Dewey, Reggio Emilia, Hjallastefnan, Heilsuskólinn og Umhverfisskólinn. Maria Montessori, hún var vísindamaður í grunninn, ég minnir hún hafi verið læknir og hún vildi innleiða vísindi inn í skólastarfið, eða sem leikskólastarfið og hún lagði mikla áherslu á að börn væri sjálfstæð í vali á viðfangsefnum og lagði mikla áherslu á þroskun skynjunar og hreyfinga og í framhald af því að þá hún upphafsmaður þess að vera með umhverfi barnsins á leikskólanum í réttum hlutföllum við stærð barnsins. Áður hafði ekkert verið spáð í það að það börn þyrftu minni húsgögn en Maria Montessori kenningin gengur út á það að það farið að hugsa að og við náttúrulega allir leikskólar vinna eftir því í dag þannig að hluta til vinna allir pínlítið eftir Maria Montessori. Síðan við með John Dewey og hann náttúrulega frægastu fyrir sína learning by doing, að maður verði að gera hlutina til þess að læra þá. Og hann talar að alltaf þurfa að bregðast við áhuga og þroska nemenda. Reggio Emilia, að nýta og örva alla hæfileika barnsins og ýta undir gagnrýna hugsun. Það eru nokkrir skólar sem starfa eftir Reggio Emilia hér á Íslandi. Hjallastefnan leggur áherslu á jafnrétti, lýðræði og sköpun. Og heilsuleikskólinn með næringu, heilsu og aftur sköpun. Það mikil áhersla í mjög mörgum af þessum kenningum lögð áhersla á sköpun. Og umhverfisskólarnir, það eru þessir skólar á grænni grein og það eru ákveðin stig og ferli sem þarf að fara eftir til þess að geta flokkast sem svona skóli á grænni grein og það mikil áhersla lögð á sjálfbærni og sköpun. Þetta náttúrulega mjög mikil einföldun á reglunum en þið náttúrulega eigið að lesa ykkur til út af hvað þetta gengur og segja frá því.